Guðmundur, risastór 3 stig, þú hlýtur að vera bara mjög ánægður með þetta? Já, mjög ánægður með þetta. Bara virkilega góður karakter í liðinu í dag og mjög mikilvægur sigur, þannig að heldur okkur ennþá inn í þessu. Hvað fannst þér svona að skapa þetta? Hvað segirðu? Hvað fannst þér svona að skapa þennan sigur? Bara við spilum bara óhræddir allan að þangað til að staðan var 2-1 þá svona duttum við aðeins niður og vorum að halda þessu sem að fannst við með að sleppa sko, en já, eins og segi, bara við vorum óhræddir og bara spiluðum okkur fótbolta. Svona talaði við Aron Sigurðsson, hann sagði að þetta væri ein af heilsteyptustu frammistöðum KR-liðsins í langa tíma, sammála því? Já, ég get alveg tekið undir það. Mér fannst við bara, eins og ég segi, bara sjarp og flottir í dag og spiluðum okkar fótbolta og verðskuldaði sigur, fannst mér. Í fyrra markinu, eða aðdraganda fyrra marksins, þá sækir þú vítaspyrnu. Hvað svona fannst þér gerast þar? Markmaðurinn var bara með báðar hendurnar í andlitinu á mér og ákveðið síðan bara að kýla mig illa sko, þannig að svona skrítið og fannst þetta alltaf í því sko. Varstu eitthvað búinn að einhver orðaskipti við hann áður fyrir þetta eða? Nei, það gerist í byrjun leiks eitthvað á villaminni að stíga hún og þá var hann held ég bara pirraður út í mig út leikinn sko, en ekkert þannig sko. Þannig að maður aðeins svona komast inn í hausinn á honum eða hvað? Mögulega. Síðan kannski síðar í leiknum þá átti einhver orðaskipti við Þorlák Árnason sjálfur að IBVF. Hvað fannst þér gerast þar? Já, bara myndaði smá hiti þarna sem var kannski óþarfi og hefði mátt sleppa sko. Hann talar einhver orð sem þú lést falla, viltu greina frá því hvað það var eða? Nei, ég held ég sleppi, ég bara held sér best. En hvað svona, var þetta bara einhver rifrildi ykkar á milli eða hvað? Já, bara hann vildi meina að ég væri að henda mér oft í grassið og hann var pirraður og ég var pirraður, þannig að við bara, já, vorum svolítið bara barnalegir held ég. Og ásættu með hann núna eftir leik eða hvað? Nei, þetta er bara hluti af leiknum, þannig að ég vonaði bara að við förum góða frá þessum leik báðir sko. Einmitt þessi 3 stig eru risastór og þetta er í ykkar höndum fyrir leikinn gegn vestra, fyrir vestan, svona hvernig leggst þetta í þig? Bara ef við spilum okkar fótbolta og mætum grimmið til leiks þá bara hef ég enga aðra trú en að við tökum þann leik sko. Þannig að við þurfum bara að spila eins og við spilum fram að 2-1 fannst mér, þannig að þá verður flottir. Takk hérlega. Takk.